Góðan daginn og velkomin í þátt númer 158 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Í dag er 8. maí, föstudags eftirmiddagur og þar sem að ég er að fara til útlanda í næstu viku, þá langaði mig að drífa í að taka aðeins upp af því annars er þetta orðnar einhverjar. Myndi þetta mögulega enda í 6 vikum á milli og ég nenni því ekki alveg. Og við erum í kaffinu þótt sé langt leið á daginn, einfaldlega því ég vaknaði klukkan 3 í morgun og gat ekki, eða í nótt, og gat ekki sofnað. En það er að slæ. Ég er ein heima og ein heim í nótt, þannig að ég bara hef mína hentusemi með það. Og eins og venjulega þá förum við bara í gegnum klárverki vinnslu, hvar á döfinni, sem er svo sem ekkert endilega allt kom. Ég er búin að fitja upp á öllu sem er í hausnum á mér. Maður getur náttúrulega alltaf alveg á þessu blómum bætt þannig að maður fyrir asnast þess að skoðun á Ravelli og þar. En ég er aðeins að reyna að sitja á mér. Ég er búin að vera mjög óð undanfarnar vikur. Ég er að hugsa að bara að dempa mér í fyrsta klári að þeim er ógeðslega heitt í þessu. Og þetta er, skal ég ykkur segja, þetta nú við, ég ætla að vera svo rosa próf og vera búin að, Róni Svetter. Ég ætla nú bara að opna spjaldtöluna svo ég sé ekki að bulla eitthvað með hvað þetta heitir, sko. En leið og ég sá þessa uppskrift koma út, þá langaði maður að gera hana. Og ég fékk mér móherið í hana, en aukalitin átti ég. Ég notaði Kitsilk, Drops Kitsilk, lit 53, þá fóru 166 grömm af honum. Og svo var ég með 100% Superwash svona single ply, einspinnu frá Heinas Hásjarn og notaði 95 grömm af því og liturinn sá heiti Strawberry Cream Cheese 5 Deep Rustic, svaka. Og ég prjónaði þetta á 5 mm og 3,5. Ég er með aðeins fleiri lykkjur heldur prjónfestan að gefa henni upp á. Þannig að hún er aðeins þéttari. Ég notaði 5 mm og 3,5 mm og ég fór þá upp í large stærðina til þess að fá hana eins og ég vildi hafa hana. Af því ég vildi ekki hafa hana mjög gisna. Þú veist, á dögum eins og búið að vera síðustu daga, þá er bara mjög næs að þetta sé svona hlýtt. En þetta er sem sagt Róni Svetter eftir written by, hönnuð af Colibri by Johanna. Og hún er, mér finnst hún æðislegur hönnur. Ég var nú byrjuð, ég gerði gullpeysuna mína sem er opin í bakið, hún er eftir hana. Svo var ég byrjuð á kjól úr silkigatni frá Garn í gangi sem að ég beilaði svo á, en sú uppskrift var einmitt eftir hana líka. En það gat mér komið í aðra, er í vinnslu. En hún er bara svona voða beautiful, með svona gatamunstri og svo bara garðaprjón og svo er tvöfalt móherið í henni allri. Og ég veit ekki hvað ég á að ganga langt í að sýna ykkur þetta, en hún er bara bara svona ekta cozy peysa, samt svona alveg pínu spari eða er ekki of heitt þar sem maður er að fara. Og allt er svo fallegt, var nú svona niðurbrotin kraga og snúnar lykkjur og svona gerir þetta alltaf fínlegra. Og það var rosalega gaman að byrja á henni og koma henni heim og saman, sko. Þetta er svona, ég hef ekki unnið þessa aðferð áður, en
fyrst var ég alveg bara, shit, þetta eitthvað alveg rugl sko. Svo, nei, farðu bara eftir leiðbeiningunum Helga, það var auðvitað allt leið. Og ég gerði það og þetta var bara meirinn lægi, bara mjög ánægð með þetta og mjög situr vel á manni og mjög klæðileg. Ég get alveg hugsað mér að gera hana aftur en þá kannski ekki endilega nota eitthvað annað í staðan fyrir tvöfalda móhaurið. Bara vera, þess vegna með einspinnu bara í aðalit eins og ég með þessu og móhaurið þá í þessu eða bara einhvern annan lit á móti eða eitthvað. Ég bara fíla sniðið svakalega vel á henni. Þannig að það var nú það og hún bara gekk. Ég byrjaði á henni 25. apríl og kláraði 2. maí og bara ógeðslega gaman að gera hana. Ég ætla að stoppa ykkur og fá mér og skipta föt. Það kannski einhverju búin að sjá þessa á Instagram að ég hendi mér í pröfuprjón bara hjá henni Söndru í Design by Sandra á Instagram. Og bara, Marvelous Molly heitir uppskriftin. Hún enn í pröfuprjóni, bæði á íslensku og ensku og kemur nú örugglega fljótlega út af því að þetta bara alveg sjúklega fljót prjónuð flík. Sandra segir að ég sé fljótasti pröfuprjónari á Íslandi í dag en það á náttúrulega bara við kannski við þetta tiltekna verkefni. En þegar þú prjónar og prjóna númer 6 og ert með geðveikt garn og geðveika uppskrift þá gengur þetta. En ég fékk mér basta sem að uppskriftin hönnuð með í huga frá Lana Grossa sem selt henni í Garnico á Skaganum eða sem netverslun líka. Og þetta bara sturla garn. Einu sem svolítið skrítið, pínu skrítin lykt af garninu þegar maður búin að þvoða en flíkinni, það viðrast bara örugglega úr henni. Hún alltaf að verða minni og minni og sápulyktin að koma betur fram. En þetta 50% merino og 50% pólamít og þetta bara mígræn smjör sko. Og það eru 100 metrar og 50 gramma hespu og ég notaði, keypti 9 en notaði innan við 8. Þannig að ég notaði 370 eitthvað grömm og ég gerði lardstærðina og gerði prjónfestu pröfu. Maður þarf svolítið að passa sig með, hún var alveg neld hjá mér á 6 mm prjónfestu pröfan en svo þegar ég var búin að skóla peysun og eitthvað svona þá þetta pínu minna munar, kannski einni lykkju. En það munar kannski, í heildar þegar að heildarmálinu þegar að þú ert að nota svona stóra prjóna. En það kemur alls ekki að sök, ég elska hana. Og ég tók á mig að gera hana í large af því að það voru svo margir sem sóttust í medium og ég er bara mjög ánægð með það. Ég á eftir að fá tölurnar þegar ég er á leiðinni. En það er alltaf. Og hún þetta bara ótrúlega vel skrifuð og einföld og ég myndi alveg segja að þetta væri geggjuð fyrsta svona golluprjónspeysa fyrir eitthvað sem langar að dýfa sér í það. Og þetta garn bara next level geðveikt Ógeðslega skemmtilegt. Þannig að nú bíð ég bara spennt eftir að fá tölur í þetta og að uppskriftin verið gefin út og ég bara mæli með að þið farið inn á Garnico og skoðið litina. Ég held að eins og fyrir medium og large 8 dokkur yfirdrifið ef þau vilja vera viðbúin. Og og þetta, ég var fáránlega fljót að gera þetta. Ég var reyndar alveg bara í rosa kósí heima á síðustu helgi. Var
fór að konukvöldi í á fimmtudagskvöldinu og var pínu dösuð á föstudeginum og komst svo yfir það og fór og sótti gatni í þetta á laugardeginum. Hékk á húnnum klukkan 12 hjá Garnico þegar ég opnaði og byrjaði að sökta hann eftir hádegi og bara gat ekki lagt það frá mér. Það var bara unaður. Bara þegar að uppskrift og gatn gengur svona fullkomlega upp saman, þá bara get ég ekki hætt. Ég vildi bara vera líka örugg á því að vera búið með þetta áður en ég færi út af því að það var náttúrulega deadline á henni, þannig að ég er alveg safe með það. Búin að skila mér öllum upplýsingum og allt svoleiðis, en ég ætla þá að fara, ég er að kafna henni, ég ætla að fara í næsta dress. Kannski held ég út að sitja í þessari út þáttina þegar hann er stutterma. En þetta er Big Bubble Crop eftir Boyland Knitworks og ég gerði hann úr Dropshare, stærð 3 á 5,5 og 4,5 mm prjóna og í hana fór 274 grömm af hvítu Dropshare og í dokkunni eru 50 grömm og 150 metra, þannig að það tæpa 6. Það er alveg drúgt í dúlunar, en þetta annars er þetta bara svona, þú veist, út í annar staðar í Evrópu er þetta vorflík, en hér verður þetta örugglega bara sumarflík. En hún er bara svona, já. Og það var ógeðslega gaman að gera þetta og svo einhvern veginn eins og með Dropshare þegar það er svona pínu fluffy þá svona þæfist það aðeins, þannig að kúlurnar að verða svolítið, poppa svolítið skemmtilega. En þetta er alls ekkert gatni sem var gefið upp í uppskriftinni, en stundum verslar kona bara heima hjá sjálfur sér og nýtir það sem hún á. Þannig að þetta flokkast undir heimabrjónu eins og svo margt annað. Já, þannig að þessi, og það var rosa gaman að gera þessa. Ég var samt alveg bara, mögulega var ég var lengur með hana einfallega því ég fór líka til Parísar og hún fekk ekki komið. En samt, ég var lengur með hana heldur en gulu. En það var svona, þetta er líka pínu þreytandi á hendurnar að gera kúlunar. Og líka, já, en ég er ekkert afsaka eitt eða neitt. En hérna er þetta aftur svona niðurbrotin kragi sem að gera þetta svo snyrtilegt. Þannig að ég er mjög ánægð með hana. Ég vona að birtan sé í lagi. Það er eitthvað, þú veist, það er, stundum er skíðað og stundum treðst sólin út og allt eftir því. Næsta klár eru sokkar sem ég ætla að smella mynd af hér. Og ég gerði þá sérstaklega með vinkonu mína í huga sem að fyrir 6 mánuðum fæddi andvana dóttur sína og fullburða og þetta var náttúrulega rosa sjokk og hún hefur verið og náttúrulega taugakerfið fyrir alveg rúst við þetta og hún, þegar ég fór að heimsótt hana þegar þau voru komin heim af sjúkrahúsinu og voru bara svona að byrja að sleikja sárin, þá fór ég með svona gjafapoka til þeirra og færði þeim púsl og svona möns og svona fyrir, þú veist, eitthvað svona fyrir þau til að dreifa hugunum saman með börnunum sínum og svoleiðis og ég stakk hann í pari af sokkum og sem ég hafði prjónað og hún er prjónakona sjálf og kann vel að meta svona og svo eftir nokkra vikur þá hefur hún samband við mig og þá var ég með eitthvað inn í albúmi hjá mér sem ég var að selja og hún alveg bara átti þessa sokka til og ég bara já, má ekki bara kaupa að þér og ég alveg jú og hugsaði já, hún var að fara að gefa einhverjum frábært og því hún hafði ekkert sagt mér að hún væri að nota hina. Og svo fer ég og læt hana hafa það og hún segir, og hún þá búin að borga mér annars hefði hún bara láta hann hafa þetta
hún segi, já, það er svo gott að fara í það á kvöldina því ég fæ svo mikið svona innri skjálfta þegar ég er að fara að sofa og upplifi mér að mér sé svo kalt og þá er svo gott að fara í eitthvað sem ég get svo bara ítt auðveldlega tásunum á mér úr nóttina og ég skil þetta fullkomlega. Þegar ég hef verið svona off með mín veikindi þá fæ ég þekki hennan innri skjálfta sem hún er að tala þetta er bara taugakerfi bara aðeins að flippa með maður. Og ég hugsaði með mér, já, ok, ég ætla að gera á hana bara svona ekta sofisokka. Þannig að ég átti Fiesta frá Drops og líka hvað notaði ég það? Drops bröst alpakka og afgang og notaði það þannig að það dugði í fótinn og aðeins upp fyrir hælinn og svo lét ég bara Fiesta halda áfram eitt aðeins upp á legginn og færði henni þetta og ég sagði þetta, en ég mælti ekki með því að hún væri mikið að ganga í þeim, þetta væri bara meira að hugsa til þess að smegja sér í þeim og þegar hún væri komin upp í og yrði svona bara fljótari að hlýna í þessu eða fá þá tilfinningu og og það sem að því ég á svona líka og þetta er svona algjört uppáhald hjá mér þegar ég er í einhverju svona að þegar það er móherri eða eitthvað svona loðið í þessu þá fer maður að hreyfa ósjálfrátt tærnar inn í sokknum og þá náttúrulega kemur maður meiri svona mann hlýnar hraðar eða þessi óþæginda tilfinning líður hraðar hjá. Hún var ægilega glöð og sendi mér strax mynd af sér kvöldið hún kom í náttfötin og sokkana og ég vona bara að þetta hjálpi þeim og svo var ég nú þess heiðurs aðnjótandi að fá að þau eru fara að gifta sig núna aðra helgi. Ég fekk að stytta kjólinn hennar og buxurnar hans og þannig að fyrst ég get ekki verið í brúðkaupinu sem okkur var boðið í en við erum löngu búin að plana ferð út að þá verði ég allavega hangandi í faldinum hjá þeim, sagði ég og heimta myndir. Þannig að það var nú aldrei auðsótt mál og bara og þau eru að tækla þetta alveg ótrúlega vel allt sem er búið að dynja á þeim. Þannig að það var alveg ótrúlega gaman að gefa henni það. Nema svo er það næsta gjöf en við erum að fara erlendis með mági mínum og svilkonu og ég sýndi ykkur síðast þætti þá var ég búin að gera ranunculus á mig og hún er ekki prjónakona en hún er svo ofboðslega þess virði að gefa henni handavinnu því hún kann svo ógeðslega vel að meta og ég hef gert á hana 2 peysur sem hún elskar út af lífinu og ég hef gert fyrir barnabörnin hennar og svoleiðis og þau bara öll ótrúlega, bara mjög gaman að gefa þeim þetta að ég bauð þeim í brunch og þar síðustu helgi held ég og sagði við hana að fyrst að hún væri svona léleg handavinnukona að þá hefði ég bara orðið að redda þessu. Ég get ekki farið með þeim til útlanda á þess að við værum ekki með eins peysur af því að ég er náttúrulega þá nýkomin frá París og við Dóra systir prjónuðum eins Parísardress á okkur. Hún reyndar hennar að síðarma mín stutterma og ég kláraði alveg gatnið hennar í þetta. Ég gerði það bæði á grófar prjóna og stærri stærð. Hún er svona brjósta meiri en ég og þannig að ég notaði á hana New Arezzo Hjertegarn sem ég pantaði frá hobby.com og tók stærð 5 á 5 mm prjóna og 3,5 og meðan ég gerði mína sem var alveg nákvæmlega eins típu af gatni þar notaði ég 4,5 mm og 3,5 á stærð 3. Þannig að ég notaði alveg 250 grömm í hennar, bæði hafði hana síðari og svoleiðis, ég veit hún vill það. Á meðan að mín notaði 165 og ég ætla að setja mynd hér sem ég tók af mér í henni áður en ég afhenti hana. Og hún var ógeðslega ánægð með hana, þannig að
við verðum á einhverjum, ekkert endilega á sama tíma, en þessar 2 peysur munu dröslast með okkur erlendis í næstu viku. Þannig að það voru þessi 2 hlutir sem voru farnir frá mér og þá næst á dagskrá hérna, þetta er fyrsta sem að ég fitjaði upp á held ég í heimagatninu hjá Magneu eða Prjónu vinkonu minni og þetta er hérna úr Westwool. Sjá, þetta átti að vera svo ógeðslega skipulagt hjá mér í dag. Alfífa, trefill. Og þetta er alveg 6 mm prjónar og ég notaði Westwool Bicycle 2-falt í litnum Dijon og ég notaði 210 gram. Og þetta er náttúrulega bara snillt, sko. Úps, hristið ykkur. Þá ertu bæði bara með trefil og hettu og þetta smell passar við vetrarúlpuna mína, liturinn, þannig að þetta er næs svona ef ég er bara að hlaupa, þú veist, ég set oft bílinn minn í hleðslu áður en ég fyrir vinnuna og þá er, þú veist, snemma morgnana á veturnar þá er gott að geta umvafið sig í einhverju meiru. Þetta var bara mjög skemmtilegt og hérna, skemmtilegt prjón. Og þessi liturinn náttúrulega bara sturl. Ég klikkaði aðeins hérna þegar ég var að strekkja þetta, laði þetta ofan á eitthvað, þetta var hálfþornað og þá kom svona smá hérna, en það jafna sig þegar ég fyrir að nota þetta í vetur. Eða bara kannski fljótlega ef að sumarið ætlar ekkert að fara láta sjá sig almennilega. Nú, svo tók ég með mér flugvélaprjón til Parísar og byrjaði á hérna training wheels sem ég sýndi ykkur áður en ég fór út held ég. Og þetta er bara frí uppskrift eftir Lynn Garrett og Lizzie Manató og þetta var inn á Ravelry bara og þetta er Topsy Femme Worsted og þetta er 126 gram samtals. Ég er ekki búin að prófa að setja þetta á mig af því að þetta er bara nýorðið þurrt. Bara nýbúin að fella af og þetta verður líka ógeðslega kósí í vetur. En blátt er ekki fyrir mig, þannig að það verður einhver heppinn sem fær þetta. En þetta er blátt og brúnt og bara sjúklega hlýtt og þetta er sko hérna, þetta er rolla. Þetta er ekki fyrir viðkvæma, en þetta er ekkert eðlilega hlýtt. Mögulega geti dóttir mín meðan okkar nota þetta. Nú, svo kláraði ég að hekla trefil frá henni Lola Ír sem er að gera þennan alltaf trilltu pelsana á það sem ég var búin að gera einn pels eftir og notaði bara, þú veist, alls konar, ég átti dropsir á alltaf eitthvað til að því og langaði að hekla meira eftir hana og prófa þessa aðferð líka því ég svona er að þreifa mig áfram í heklinu og ég notaði 5,5 mm heklunál og notaði samtals 128 grömm og trefillin bara svona en svo er reyndar eins og á uppskriftinu þá er kögri hjá henni einlitt en ég átti nokkra svona stubba og ákvaða að henda þeim bara hérna með. Þannig að nú er ég bara ból og trefil og þetta er bara svona skemmtilegt French og mjög skemmtilega aðferð sem er notuð til þess að fá þetta útlit á. Þá held ég að ég sé búin með klárin og þá vendum okkur í verkvinnslu. Eina sem er svona af þessu sem ég tók, er ekki búin með og tók hérna uppfittunarkastið upp daginn sem hefur fengið einhverja athygli er
þessi bólur sem ég að gera úr hérna Knitting for Olive Pure Silk sem ég fekk í garnigangi í þennan kjól sem ég rækti svo upp. Og ég að gera medium stærð á 4 mm prjóna og þetta Homey Camisole eftir Kadri. Ef ég var ekki búin að segja. Ég svolítið þreytt, þannig að ég gæti alveg verið að endurtaka mig. Og þetta verður bara svona, ég bara núna prjóni hérna í bólinn. Og ég með það tvöfalt af því, ég bý á Íslandi. Og hérna, og líka bara, þú veist, að vinna upp það sem ég búin að prjóna af kjólnum. Og svo með heila dokku á móti. Þannig að þess vegna þetta tvöfalt, kjólinn var einfaldur. Og svo held ég að koma eitthvað hérna, I-cord eða eitthvað slags. Já, þetta bara mjög næs svona, annarkvort þegar maður shipping eða með innan fólk eða eitthvað, þú veist, þegar maður komin á þennan stað, maður bara prjóna hring eftir hring. Knitting for Olive Pure Silk fekk í gangi. Svo þurfti ég að fara að huga að flugvélaprjóni. Ég ætla að fara úr bólnum, ég bara sorry, ég að kafna. Svona, þið verður bara afsakað þó ég sé hérna á, ég undir voða fallegum blúndi ból. Já. Mér vantaði flugvélaprjón og hérna, ég þori ekki að taka sénsinn á því að fá að prjóna á bakaleiðinni frá Budapest. Ég hef alveg verið mist prjóna þar. Þeir eru mjög mikið harðari heldur en annars þar. Ég held ég var einu sem lenti í þessu í Cambridge. Við flugum þaðan að þá voru, þá var eitthvað sem var svolítið langt á undan okkur og misti prjónuna og við vorum ekki búin að tekka inn stóru ferðartöskurnar. Þannig að ég náði að stinga verkefninu ofan í þar svo ég misti ekki prjónana en hafði þar alveg ekkert að gera þegar við flugum heim og það alveg drep. Þannig að ég varð að finna mér eitthvað til þess að tryggja það í þessari 5 tíma setu að ég myndi ekki deyja úr leiðindum. Að þá var ég að finna mér upp verkefni og ég náttúrulega byrjuð aðeins svona til þess að bara, þú veist, vera búin að setja aðeins upp mynstrið. Og ég bara að nota, þetta 3,5 mm heklunál og ég að nota afgangana úr meðal annars musical sjálfinu eftir Stephen og sem eru þessir helgulitir og svo fann ég hérna þessa 2 sem að tóna alveg fínt við ef að vantar. Og þetta frí uppskrift á Ravelry, minni mig, sem heitir Summer Morning by Sam Cleeta. Þetta bara mjög svona basic, þægilegt, hlusta hljóðbók og dúllast í þessu. Þannig að þetta fyrir heimferðina og þú veist kannski eitthvað á hótelinu eða eitthvað. En á leiðinu út, ég ætlaði að vera löngu að byrja á einhverju eftir garninu frá Ínu frænku í Kyrrnitt en þá greip gula skvísan mig, gula jakkapeysan en ég hugsaði þá, já, ok, ég fitja upp á einhverju áður en við förum út og ég veit að ég fæ alveg að fara með prjónuna í gegn hér. Þannig að ég sótti bara svona alveg til þess að styðjast við tölunar og svoleiðis. Ég fattaði ekki, ég auðvitað hefði getað farið í Knitable en ég ákvað bara að sækja mér uppskrift sem að hentaði fyrir þennan grófleika og heitir bara Sugar Cloud Sweater. Það bara mjög svona plain rúlukraga og eitthvað, ég veit ekki ennþá hvort ég gerir rúlukragan en ég búin að alveg fitja upp á rúlukraganum samt. Maður verður að vera komin aðeins að stað. Það verður að vita hvernig maður á að byrja.
Og ég ætla að hafa hana röndótta með þessum óbúðslega fallegu litum. Þetta er nýtt gagn hjá henni, eða nýlegt. Vibes. Og hann heitir Cake Topper, þessi bleiki. Og þessi heitir Plot Twist. Og það eru 150 metrar í 50 grömmunum. Það er sama og er í erinu. Þetta er svona blásin ull. Prjónastærð 5. Þetta er bara svona, eða prjónfesta. Og þetta er frá House of Yarn. Óbúslega fallegt. Og ég er búin að græja það og gera klárt. Ég hugsa að ég verði bara með 2 bleikar í flugin út. Þú veist, seti. Svo ég sé ekki með svona mikið í töskunni. Seti bara hitt í ferðartöskuna umfram hespurnar. Ég er ekkert að fara prjóna eitthvað þannig crazy á, þú veist að ég þurfi meira en 100 grömm að gatni á leiðin út. Held ekki. Og ef það er þá bara tough luck, þá er ég bara bítið það súra. Já. Þannig að þá erum við bara komin í gegnum það sem ég hef verið að vinna í. Svo sá ég eitt og á gatni það, en ég er ekki alveg nógu sátt við, ég skil ekki alveg nógu vel uppskriftina. Kannski að því ég er ekki vanur samstendur, sko, level easy, en þetta er náttúrulega á úglensku. Þetta er Wisteria Curtains. Þetta er svona, ég er að finna mig bara eitthvað á YouTube sem að gera eitthvað svipað. Ég þarf nauðsynlega að prófa þetta. Að gera svona. Og ég á alveg gatni þetta. Svona akrílgatt bara. Prófa. Ef maður ætlar að þykjast vera eitthvað að spreyta sig í heklinu, þá gerir maður það. Það hefur ekkert dottið í pókan annað en gula gatnið sem að ég er náttúrulega búin að nýta. Já, reyndar alveg gera eitthvað, kannski eyrnabönd á stelpurnar eða eitthvað svoleiðis. Svo glittir í svona hör, blöndugadd. Þetta nota ég reyndar í Ranunculus toppinn minn. Og þetta er tinnlínu frá Sandnes. Og mér langar að náttúrulega gera eitthvað fleiri svona sumatoppa. Ég er mikið duglegri að nota svona létta toppa heldur en einhverja peysur, þó ég sé alveg óð alltaf í að prjóna peysur, en það er bara, þú veist, þetta bara gæti verið eitthvað. Gæti verið verra, gæti verið með dýrari áhugamál. En já, ég held að það sé bara eiginlega komið í bili. Það er bara einhvern veginn bara vitlaust að gera. Ég var reynda búin að vinna snemma í dag af því það er dagur sjúkraþjálfara, þannig að þegar ég var búin mín verk upp í vinnu og engin annar í vinnu, allir sjúkraþjálfararnir á ráðstefnu í Reykjavík og einn sjúkraþjálfarinn er reyndar hérna í framboði og var í vinnustaðaheimsóknum, og þá bara lokaði ég sjoppunni og fór snemma heim og þreif allt og svona, og svo kallinn fann í vinnuferð í sveitina og ég nú er bara bíður mín prjóna tími. Búin að kaupa mér sushi í kvöldmatinn og það er stundum alveg gott að fá að vera með sjálfum sér. Já, svo er bara vikuferð í smá aðeins hærri hitatölur en hér. Og svo bara halda þessi mánudags- og fimmtudagsfrí áfram að dælast aðeins inn. Og síðan fyrir bara að styttast í blessa sumarfríið, sko. Ekki það, ég er alveg búin að vera að taka mér alveg af og til eitthvað, en það er líka alltaf. Þau eru svo yndisleg við mig í vinnunni. Þau leyfa mér alveg að hafa mína hentusemi með það ef ég gef þeim þetta svona með þokkalegum fyrirvara sem ég ger alltaf. Já, nú er ég bara fann að röfla eitthvað.
annars eru bara allir hressir og kátir hér. Við erum að fá frumburðinn og börnin hennar í mat til okkar á sunnudaginn. Ég hitti hana á konukvöldinu og ógeðslega fyndið og hún var bara, ó Helga, geturðu boðið mér einhvern tímann í mat, ég er svo glöð þegar ég elda. Hún nýskilin, það er rúmt ár síðan og hún var greinilega ekki kokkurinn í því hjónabandi. Og ég sagði, já, ég bara heyri í þér og við finnum einhvern dag og hún og ungarnir hennar, tvíburarnir og strákurinn er að koma á sunnudags eftirmiddaginn og ætla að borða með okkur kjúklingasúpu og svo fær hún bara fullt af afgang með sér heim sem hún ræður hvort hún hefur von í þau eða frystir í skemmta fyrir sig eða eitthvað. Þannig að það var allavega búið að reddinni með smá af hollustu í frystin af því hún er líka svona pælir svolítið í því eins og ég geri. Og þannig að það verður bara gaman að fá þau og ég var að búa til ís fyrir ungarna, svona jógurt ís og bara, já, það verður gaman að hitta þau. Ég veit þurfum reyndar að fá þau frekar snemma því ég er að fara í Gusu 19:15 aðeins dott inn í það, það er rosa næs, það er alveg challenge með fyrir MS-ið en það er svo fljótt að líða hjá slenið sem að kemur í hitanum og það er alveg þess virði að ná aðeins niður taugakerfinu á þennan hátt og ég er búin að vera að glíma við íþróttameiðsl og þetta fer mjög vel í það. Ég með of stífan psoas sem er svona partur af magavöðvadæminu þannig að það er verið að losa hann upp og það er ekki gott. Ég sagði við yfirmann minn og sjúkraþjálfara minn, ég með annar þeirra er að leiðrétta skekkjuna sem þetta veldur vinstra megin í hryggnum á mér og meðan hinn er að losa þennan vöðva. Og ég sagði að ég gargaði ekki þegar ég fæddi börnin mín, en ég er alveg að fara að garga. Þá var hann bara með hnúana, bara mér leið eins og hann væri bara komin inn í spjaldhrygg með þá, en þetta er að skila árangri, svo þarf ég bara að vera dugleg að teygja inn á milli og gott að ég myndi að fara í hitana eins og mikið kroppinn og ég fæ rosa mikið spörsmum í baki út af þessu og svona sem er nú ekkert alveg óþekkt fyrir mér en þetta er alveg fullmikið af hinu góða núna. Þannig að við erum að reyna að tjasla upp á mig svo ég verði góð í göngutúrunum í Búdapest. En bara afsakið rantið sem ég datt í núna, röflegu rantið. En bara alltaf gaman að skrásetja þetta allt. Nú get ég fyrir að ganga frá og merkja við hvað ég er búin að sýna ykkur svo verið ég samt alveg rugluð þegar ég tek næsta þátt og hvað sýndi ég þeim aftur? Það er ekki alveg nóg að merkja það einhvern veginn í þetta skipti og hins veginn í næsta skipti. Það ger það svolítið skipulega en þetta er sennilega eina sem ég er frekar óskipuleg í. Það er að halda utanum þættina mína. Eða þú veist hvað ég er að sýna ykkur og ég með þetta í þremur. Ég með þetta í spjaldtölunni og ég með þetta í 2 bókum þetta sem ég er að svo ég gleymi ekki neinu. En, hei hó, þetta er bara, svona er þetta bara. En ég bara þakka kærlega fyrir þessa stund með ykkur. Vona að þið hafi haft gaman að og vona að þið góðar og gleðilegar handavinnuvikur framöndan. Takk fyrir og bless bless.